Við á Landspítala erum auðvitað mjög þakklát fyrir þennan stuðning sem Krabbameinsfélagið er tilbúið að sýna okkur með því að gefa okkur fjármagn til þess að byggja hérna við K-bygginguna. Við höfum átt samtal við Landspítalann út af þessu í nokkuð langan tíma og það var auðvitað mjög ánægjulegt að heyra að það var samhljómur í okkar áhyggjum og þeirra sem við ræddum við á Landspítalanum. Og raunar er það þannig að þessi samhljómur er líka í krabbameinsáætlun stjórnvalda sem gildir til ársins 2030 og nú hefur Krabbameinsfélagið tekið þá ákvörðun á 70 ára afmælisári félagsins að það er tilbúið til þess að leggja þessu verkefni lið, leggja í það 350 milljónir pluss 100 milljónir til viðbótar úr sérstöku fjáröflunar átaki. Þannig að þessi hugmynd getur orðið að veruleika og þá er orðin bylting í aðstöðumálum, einfaldlega. Að því gefnu að stjórnvöld leggist á árar með okkur og Landspítalanum og öllum þeim mikla fjölda í landinu sem að krabbamein varða og byggja þessa deild. Þessi deild henni er ekki ætlað að fara í nýja meðferðarkjarnan sem er að rísa hérna, er verið að byggja hérna fyrir neðan. Og þannig að það er mjög mikilvægt að finna einhverja lausn til framtíðar og við teljum að með því að setja hana í húsnæði K-byggingarinnar þá séum við að finna góða lausn bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk deildarinnar. En heildarkostnaður við verkefnið er áætlaður svona í kringum 1200 milljónir. Þannig að við þurfum að fá líka fjárframlög frá ríkinu til þess að geta farið í þessa viðbyggingu. En það sem þetta mun líka hafa í för með sér eru þetta bætta aðstöðu fyrir geisladeildina til dæmis. Til lengri tíma litið þá þurfum við að stækka hana líka og fjölga meðferðartækjum eða það sem við köllum línurhöðlum af því að það er líka aukin þörf og þannig að þetta mun styðja við það verkefni líka. Og síðan þegar nýtt rannsóknarhús rís hérna þá mun ákveðin starfsemi flytja út úr K-byggingunni sem gerir okkur þá kleift að flytja þangað inn mögulega göngudeildir sem snúa að þessum sjúklingahóp. Krabbameinskjarninn var líka eitt af því sem var gert núna þegar skipuriti spítalans var breytt. Þá var búinn til þessi krabbameinskjarni. Og honum er auðvitað ætlað að halda vel utan alla meðferðarferla fyrir þennan sjúklingahóp. Með því að flytja alla þessa starfsemi hérna inn í K-bygginguna, hvort sem það eru dagdeildir, göngudeildir eða geislameðferðardeildin, að þá erum við að halda vel utan þennan sjúklingahóp sem er kannski svipað og við höfum verið að gera á Eiríksgötunni, þar sem við erum búin að þróa til dæmis brjóstamiðstöð, þar sem við náum vel utan sjúklinga sem eru að greinast með brjóstakrabbamein. Við höfum lengi búið við þröngan kost og höfum reynt að gera sem besta úr því. En það er alveg ljóst að þeim fjölgar sem eru að greinast með krabbamein og þeir sem eru með greinast með krabbamein á dreifistigi, þeir sem betur fer það er miklu fleiri meðferðarúrræði og þeir lifa lengur og eru lengur í meðferð hjá okkur og þannig að næstu árum mun þessi hópur stækka verulega. Við höfum með ýmsar nýjungar sem við viljum bjóða upp á bæði sjúklingum og líka aðstandendum þeirra og vinna meira í teymum með hjúkrunarfræðingum en þetta krefst þess að við höfum herbergi og aðstöðu til þess að sinna því eins vel og við getum. K-byggingin er hérna hálf kláruð og sem betur fyrir þá eru til teikningar og það væri hægt að fara í þetta með nokkur hratt. Þannig að við myndum sjá að þetta myndi gerast bara fljótlega en ekki á næstu 10-20 árum. Það er auðvitað þannig að Krabbameinsfélaginu hefur í mjög langan tíma verið aðstöðuleysi dagdeildar blóð- og krabbameinslækninga mjög hugleikinn. Því að við vitum það, krabbameinslyfjameðferð er mjög krefjandi, bæði fyrir sjúklinga og aðstandendur. Og það skiptir auðvitað öllu máli að þessi aðstaða sé eins góð og mögulegt er. Í dag erum við staðsett í elsta hluta spítalans hérna við Hringbraut í mjög fallegu húsnæði en sem því miður hentar ekki lengur fyrir þessa starfsemi og er allt og lítið. Við erum núna í 550 fermetrum en í þessum fermetrum þá verður bara viðurkennast að við höfum ekki getað búið nógu vel að bæði sjúklingum og aðstandendum og alls ekki starfsfólki heldur. Á erfiðum stundum þá þurfum við ofta að geta að tala við sjúklinga og aðstandendur í næði og það höfum við til dæmis ekki. Svo verður líka að segjast að það sem að starfsemin hefur fyrir löngu síðan sprengt húsnæði utan á sér, þá er það gríðarlega jákvætt hvað hægt er að vinna þetta hratt. Með því að bæta aðstöðuna, þá auðveldum við fólki, bæði sjúklingum og aðstandendum, að takast á við þennan erfiða tíma sem að krabbameinslyfjameðferð þetta er mjög oft. Þannig að það er bara mjög stórt atriði.
En svo megum við heldur ekki gleyma því að við erum í stöðugri samkeppni sérhæft starfsfólk og við erum ekki í samkeppni bara hér innanlands, heldur líka við útlönd, þannig að við verðum að geta boðið því starfsfólki sem við viljum fá heim, mjög sérhæfðu og færu starfsfólki, við verðum að geta boðið því fólki upp á topp aðstöðu til þess að ná topp árangri áfram.